komið að desember stjörnuspá eða leiðsögn fyrir naut. Svo ég innblé aðeins á praktísku atriðunum þá eru til mörg naut í heiminum og mörg á Íslandi og ég get ekki lesið fyrir ykkur öll í einu. En það sem ég geri að ég tappa inn á ykkur ákveðna bylgjulengd sem að mörg hver ykkar hafa hópast inn á líka. Ef þú tengir alls ekki við þitt merki, þitt fæðingarmerki og sólarmerki, þá mæli ég með að þú skoðir önnur merki úr stjörnukortinu þínu, til dæmis rísendamerkið eða tunglmerkið, Venusmerkið fyrir ástamálum til dæmis, eða jafnvel bara ef það er merki sem að endurtekur sig reglulega í stjörnukortinu þínu, þá kannski tengir þú frekar en það. Þetta er oft svolítið flæðandi, þannig að ekki binda þetta bara við eitthvað eitt. Nú, við skulum ekki vera að festa okkur í smáatriðum. Það eru mörg atriði sem eru mjög flæðandi og sveigjanleg. Aldur, kyn, skilgreiningar á samböndum og samskiptum, speglanir, nákvæmar staðsetningar og tímasetningar og þess að við skulum ekki vera að festa okkur of mikið í þessu. Ef að megnið á við þig og nær til þín, hagræddu þá smáatriðunum innan skynsamlegra marka þannig að það eigi við þig. En við skulum demba okkur í þetta og byrjum á að fá nokkur spil fyrir það hvaða naut ég er að lesa fyrir. Og svo áskoranir og uppdættingar fyrir naut. Leiðsögn fyrir naut. Niðurstaða fyrir naut. Og þessum nauti veit ekki en hefði gott að fá aðeins betri innsýn í, vil ég fá hér í botninn. Nú, nauti sem ég er að tala við. Mér finnst kæra nauti eins og sérstoltan, mér finnst eins og sleggju þessa dagana og það er mikil pressa, veist svona ekkert alveg í hvorn fótinn þú ert að stíga, þú ert einhvern veginn á þeim stað að vilja halda og sleppa á sama tíma. Það er hér svolítið svona, já, ykkur atriði úr fortíðinni eða sambönd eða það er svona, já, ég fæ það tilfinningum að þú vilt halda og sleppa á sama tíma. Þetta er svona að eiga á kökuna en borðana samt. Og þú veist ekki alveg hvað þú vilt gera. En þá er svo mikilvægt fyrir þig að líta inn á við, hlúa að þér, hlúa að eigin þörfum, heilsu og virkilega kanna inn í dýpið þitt. Þetta er eitthvað sem nær alveg inn í grunnatriðin í lífinu, alveg grunnstoðirnar, hreinlega langt aftur í barnæsku uppeldið þitt. Og þar þarftu að mæta svolítið þínu innra barni og færa því skilningi. Þú þarft að vera svolítið eigin móðir í dag. Það er hér þörf fyrir innri vinnu og að fara í barnið sem maður var.
og vinna með það og mæta því barni með ást og kærleik og umhyggju. Þegar þið vantar aðeins dýpri innsýn inn í sjálfið. Áskoranir þínar núna, kæra naut, eru að það er búið að vera eitthvað svo margt í gangi, aftur eitthvað, það annar fjarki, aftur eitthvað sem nær svona alveg inn í grunninn þinn, eitthvað sem búið að fylgja þér frá upphafi í þessu lífi, eitthvað sem að þú fæddist nánast með eða fæddist inn í og sem að hefur þróast með þér í einhvers konar munstur, einhver fasta hugsun. Því mér finnst eins og þú sért aðeins búin að tapa sjónarmiði á því sem skiptir þig raunverulegu máli. Þú ert svolítið týndur og þú ert svolítið leitandi og varandi og mér finnst fókusinn vera svolítið dottinn út, skortur í jarðtengingu og það er hér svo mikil þörf fyrir þig til þess að leita inn á við. Bara eins og ég sagði, mér finnst ég vera hér að endurtaka mig bara frá fyrsta bunkanum, en þetta er líka það sem er í gangi hér núna og mun fylgja þér núna allavega inn í desember eða hvenær sem þú ert að hlusta á þetta. Þetta er verkefni dagsins í dag, að fara inn á við, ná tengingu sjálfa þig, uppruna þinn og innra barnið, jarðtengja þig og ná fókusnum aftur á þig, þegar þú ert svolítið lost núna finnst mér. Leiðsögnin aftur, leita inn á við, inn á við, inn á við, inn á við, inn á við. Og fyndu stuðning, fyndu þér eitthvað til að styðja við þig, því að þetta er erfitt, þetta er þungt, þetta er heftandi. Þessi erfiðleikar sem hafa verið þeir eru mjög heftandi fyrir þig og hreinlega þannig að þú sitt á hvað mögulega er tiflandi á tánum í kringum aðra eða aðra tiflandi á tánum í kringum þig, hvar sem það er, þá er þetta er heftandi fyrir þig. Þetta heldur aftur að þér. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir þig að leita inn á við og inn á við og inn á við og inn á við. Jarðtengja þig, þú ert að fá mikið af mynd, þú ert að fá mikið af jörð. Þú ert að fá köllun í jörð, það er hérna mikið tengt huganum í loftinu, áminningum, tengingaleysi við jörðina og hugurðin er svolítið bara, það er eins og sért ekki alveg með okkur, þú ert einhver staðar annar staðar og það er mikilvægt það er allavega ráðlegt fyrir að leita þér stuðnings einhvers, hvort sem það er fagaðili, einhvers konar handleiðari, einhver sem að getur staðið við þig og leiðbent þér á kærleiksríkan hátt, gripið þig þegar þér finnst þú vera að missa tökina og þér finnst þú vera að detta, en eða ekki samt, eitthvað sem grípur samt ekki fyrir hendurnar á þér. En það er mjög mikil þörf fyrir þig að horfa inn á við núna, mitt elskulega naut. Þú ert svo mikið jarðardýr og þú þrífst best í góðri jarðtengingu, þannig að þegar þú missir jarðtenginguna þína þá er svo auðvelt fyrir þig að fara algjörlega út í buskann og það er svo auðvelt fyrir að fuðra eitthvað út í loftið. Jarðtengingin er svo ofboðslega mikilvæg og þú fungerar bara ekki rétt og ekki vel án hennar. Þannig að hún er þér svo ofboðslega mikilvæg. Það er alveg þitt element. Þannig að passaðu vel
upp á jartenginguna þína. Niðurstaða þín. Það eins og ég segi, það ýmislegt eitthvað skrítið og ruglingslegt í gangi hjá þér. Og það verður svolítið áframhaldandi. Það einhver ákveðin fáraleiki í gangi og svona, eins og ég sagði, það svona jartengingarleysi og þá fuðrar þú oft uppgjört lengst út í buskann, bara eins og helíumblaðra í spotta. Og mér finnst svolítið eins og sért að missa tökin og það svo mikil þörf fyrir að niðja þig, finna jafnvægi, tilfinningalegt jafnvægi þegar þú átt til að detta svolítið í dagdrauma og hreinlega langar mig til að segja ranghugmyndir. Og það ekkert í fyrsta skipti hjá þér. Þetta eitthvað sem á til að gerast af og til, aftur og þarna munstur hjá þér sem hefur verið mjög óheilbrigt og mögulega eitrað. Og þetta eitrar samböndin í lífinu og það getur verið hvaða sambönd sem hvort sem fjölskylda eða vinir eða ástvinir, elskhugar, parsambönd. En þetta allavega eitthvað sem að skemmir fyrir samböndiðinu, bara hvaða sambönd sem það eru. Og þetta alveg svolítið þungur djöfull til að draga aftur sér. Og þetta heldur aftur að þér. Þannig að þetta ennþá mjög óráðið, finnst mér, að því að í ljósi að þetta niðurstöðupunkinn. Þá segir það mér þetta áframhaldandi. Ef þú grípur ekki inni, ef þú farð ekki í stuðninginn, ef þú leitar þér ekki aðstoðar, ef þú stuðlar ekki að því að koma þér í betri jartengingu og meira jafnvægi, ef þú tæklar ekki sjálfan þig í þessari vinnu í allir þessi kaos sem gangi hjá þér núna, þá verður þetta bara áframhaldandi. En þetta eitthvað sem lengst inn í grunninn. Bara þetta mynstur sem þú fæddist inn í eða þróaði með þér alveg frá blötu barnsbeini í þeim allavega og þú þarft að fara svolítið í innri vinnunni og sérstaklega innra barnsvinnuna, inner child. Það þarf að fara að enda þetta mynstur, þetta tímabil þitt þarf að fara að enda. Þú þarft að fara að skilja við þessa fortíð sem ennþá leitað í þessu mikið. Þú þarft að losa þig við þetta neikvæða munstur til að gefa rými fyrir nýja og bjarta framtíð, fyrir nýjan tíma, fyrir nýja möguleika. Eftir kemur þú átt til að fjúka út í buskann og fara og geist í hlutina og meira segja ákostnað sambanda og samskipta við aðra. Að þegar þetta verður, þú getur verið svo yfirþyrmandi og hreinlega oft á tíðum ekki sanngjarn. Þegar þú ert í svona á þessum stað. Elsku naut, þú ert mikill karakter, stór manneskja, það heyrist mikið í þér, þú ert oft á tíðum kannski yfirþyrmandi og ögrandi. Og fyrir vikið þegar þú ferð í þetta óheilbrigða munstur, þá getur meira segja þá getur stærðin á þínu karakter meira segja orðið ógnandi og stjórnandi, kúgandi hreinlega. Ekki að þegar þú ætlir þér að það heldur gerist það óvart. Það verður svo mikil spenna í þér og ég held að þú gerir ekki alveg grein fyrir því. En þetta eitthvað sem þú getur alveg unnið úr með réttri stefnu. En þú þarft þá aðeins að tækla huga þinn.
Þú þarft aðeins að vinna á þessu. Þú þarft að vinna á huganum þínum og þú þarft að leita aftur í fortíðina, langt aftur. Þetta snýst mjög mikið það að fara í innri vinnuna og ég fæ enga niðurstöðu upp úr bunkanum. Af því að niðurstaðan er óráðin. Það er ekki vita hvað framundan af því að þú ert ennþá í lúppu. Og það er ekki tímabært að sjá hvað framundan. Þú þarft að byrja að vinna með það sem þú hefur nú þegar áður en þú ferð að spá því hvað kemur svo. Aftur kemur örlagahjólið. Þú snýst aftur hringrásina sem þú ert í. Hringrásina, óreiðuna, óvissuna. Þú ert í mikilli óvissu þessa dagana. Það fer ekki á milli mála. Og áskoranir þínar eru tengdar þessari óvissu og þessum breytingum. Það, eins og ég sagði við það hér, að þá ertu svolítið lost og þú þarft að leita svolítið mikið í einveruna, í sjálfa þig, ná svolítið höfðinu á þér úr skýjunum. Þú þarft að finna jafnvægi fyrir þig og þú þarft að sleppa tökunum á ykkur gamlu og ykkur úr djúpt aftur á fortíðinni. Þú þarft að sleppa tökunum á óheilbrigðum munstrum. Leiðsögnin er að taka á móti þessum erfiðleikum, þínum eigin brestum, þínum eigin ójafnvægi. Það er að taka á móti því af kærleika og upplýsa með kærleiksorkunniðinni. Ekki reyna að ýta þig niður alltaf í skuggana og alltaf í þessu alltaf einhvers staðar ofan í jörðuna þar sem enginn sér þetta. Þú ert að fara með ljósið þitt, kærleiksljósið þitt inn í myrkrið þitt og lýsa þetta allt saman upp og mæta því þannig með kærleika. Af því að hér er sólin á himni að lýsa upp myrkrið í djúpinu og þú getur ekki forðast það að eilífu. Þegar ef þú ert alltaf bara í sólinni á himninum þá blindastu af henni. Þú þarft að nota ljósið kærleikann til þess að lýsa upp myrkrið og lýsa upp djúpið þitt og kafa alveg inn í sjálfa þig. Í niðurstöðunni, eins og ég sagði, það kemur eiginlega engin niðurstaða en hins vegar er hamrað á því að fara inn í hófverðina, í hófsemina, í innri vinnuna. Leita inn á við og inn á við og inn á við og inn á við. Þú ert að fá mikið að sömu spilunum aftur. Þú ert með 2 sinnum í það minnsta örlagahjólið, 2 sinnum með dauðan, 2 sinnum með, jú er það ekki, 2 sinnum með jafnvægið. Allavega var hamrað á jafnvæginu. Hérna kemur upp sólin til að minna þig á að lýsa þig upp og svo ertu aftur mjög sterkt hér hófsemina til að minna þig að líta aftur og aftur inn á við og inn á við og inn á við og þú ert aftur hérna með einbúan sem er svo sem er einmitt leitar innveruna
leið til eigin félagsskap og sjálfskoðun. Það er verið að biðja þig að rýna djúpt og greinilega í sjálfa þig, lýsa upp myrkrið þitt, lýsa upp innra barnið þitt sem þarfnast þín og þarfnast kærleikans, þarfnast elsku þinnar og sólar þinnar. Af því að þarna eru við að tala erfiðleika sem koma út frá erfiðleikum úr grunninum. Það er að segja fyrsta heimilið þitt, fyrstu árin. Ég ætla að fá að taka þessa leysun heim og saman með spili úr Mystical Shaman Oracle stokkinum og hérna smá lókunarleysun með því. Það er fyrsta spilið í stokkinum, The Ancient Ones. Það er að segja mennirnir eða orkuverurnar. Hér er reyndar að vera að meina fyrstu sjámanarnir sem að sigruðust á dauðanum og sigruðust á böndum tímans. Fyrstu sjámanarnir, The Ancient Ones, gengu einu sinni á þessari jörðu eins og við hin, í holdi og blóði, en dvelja nú í óendanleikanum og geta leiðbeint okkur ef við svörum játandi við þeirra kalli. Og þeir eru til staðar til þess að hjálpa okkur, til þess að ná í þekkingu til okkar aðra sjálfs. Þessir frummenn, þessir fyrstu sjámanar, er að bjóða þér að teygja þig inn í framtíðina til þess að hjálpa til að skapa nýja jörð og uppgötva hver þú ert og hver þú ert að verða og hver þú verður aftur og aftur. Ef þú þiggur þetta boð, þá fylgir því miklir kraftar, margar blessanir og þetta mun leyfa þér að skapa ný örlög fyrir þig og ekki hika við að stíga inn í verkefnið þó þú upplifir eins og að sé stærra en það sem þú ræður við, af því að eins og staðan er hjá þér í dag þá hefurðu óendanlega uppsprettu af andlegum mætti og andlegri leiðsögn. En þeir eru hér til þess að hjálpa þér að finna þitt æðra sjálf og þú gerir það með því að fara í grunninn, með því að leita inn á við. Þetta snýst allt þig og innri vinnuna þína, dýpið þitt, hver þú ert, hver þú varst, hver þú verður. Það snýst allt þig og þú þarft að horfast í augu við þig og sjálfa þig til þess að skapa ný örlög, þegar þú ert búin að vera fastur í sömu örlögahringrásinni í lengri tíma, í óheilbrigðu mynstri. Þannig að þeir eru hér til staðar til að aðstoða þig við að kafa inn í dýpið þitt og virkilega sjá þitt sanna sjálf og fá skýra sýn á hver þú ert. Þá er þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa þeirra. Ég vona að þau komi til að vera til góðs og gagnist. Og þá segi ég bara takk kærlega fyrir mig og þar til næst.